Jæja, þá eru þau komin og við gefum þá yfir á fundin. Ingibjörg Sólrún að koma í salinn og Jóhanna Sigurðardóttir, verðandi forsætisráðherra. Steingrímur J. Sigfússon að taka sér sæti og Katrín Jakobsdóttir, varaformaður Vinstri grænna. Og þá gefum við fundinum á háborðinu orðið. Velkomin til þessa blaðamannafundar sem að til þess að kynna niðurstöðu viðræðna sem að hafa farið fram á milli þessara tveggja flokka á undanförnum dögum myndun nýrrar ríkisstjórnar, Samfylkingar og Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Og það komin niðurstaða semst í þessar viðræður, það komin verkefnaskrá á milli flokkana og hefur gengið mjög vel að vinna að henni og það einnig komin niðurstaða í ráðherralista þessarar ríkisstjórnar og það það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur hér í dag. Ég ætla sjálfur mér kannski ekki mikið hlutverk í því. Ég hef sagt það á undanförnum vikum og lagt á það mikla áherslu og þunga að það sé mikilvægt að tryggja landinu starfhæfa ríkisstjórn sem þess umkomin að taka á þeim erfiðu og mikilvægu viðfangsefnum sem við stöndum andspænis sem varða hag heimilanna, fyrirtækjanna og endurreisn fjármálakerfisins í landinu auk breytinga á stjórnsýslu og stjórnarskrá. Það rétt að segja frá því hér að á þessi mál höfum við í Samfylkingunni lagt ríka áherslu í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn á undanförnum vikum og mánuðum en ekki haft árangur sem erfiði í þeim málum. Og þetta eru verkefni sem í sjálfu sér þekkt og sem þarf að takast á við og vinna að og nú niðurstaða fengin í þessar viðræður á milli Samfylkingar og Vinstri grænna verkefnin að þetta ríkisstjórn sem að situr auðvitað bara hér skamman tíma en hún ætlar sér að stuðla að mikilvægum verkefnum og árangri sem lýtur að endurreisn efnahagslífs þjóðarinnar að því að takast á við þau vandamál sem að hrjá heimilin og fyrirtækin í landinu og gera mikilvægar breytingar í lýðræðisátt á okkar stjórnsýslu og stjórnkerfi. Ég sagði að ég ætlaði mér ekki mikið hlutverk í þessu. Ég leit svo á þegar að Framsóknarflokkurinn tilkynnti að hann væri tilbúinn til þess að verja minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna falli, eða verja hana vantrausti, að þá væri í sjálfu sér ekki eftir neina bíða annað en að láta á það reyna hvort þið gætu náð þannig lendingu að allir þessi flokkar gætu vel við unað og eftir að hafa farið í gegnum þessar viðræður á undanförnum dögum þá tel ég að sú niðurstaða sé fengin sem að farsælust sé við þær erfiðu aðstæður sem uppi í samfélaginu fyrir þjóðina og fyrir stjórnkerfið í landinu. Ég mun ekki taka sæti í þessari ríkisstjórn. Ég ætla að einbeita mér að öðrum hlutum sem að lúta sjálfri mér á komandi vikum. Ég ætla að biðja ykkur samt að túlka það ekki með þeim hætti að þar með sé ég hætt afskiptum á stjórnmálum. Það ekki svo að þetta jafngildi því að ég sé að hætta þátttöku í stjórnmálum. Ég ætla bara að einbeita mér að sjálfri mér á komandi vikum og svo flokknum þegar að ég hef náð að safna kröftum. En ríkisstjórnin hún verður undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur sem einn okkar reyndasti og ástsælasti stjórnmálamaður og ég tel við þær aðstæður sem uppi í samfélaginu sé það mjög farsæl lausn og ég ætli sjálfur sér ekki að hafa þessi orð fleiri en að eiginlega rétta bara keflið yfir til Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar sem munu fara fyrir þessari ríkisstjórn. Já, takk fyrir komið sæl. Mér var í dag af forseta Íslands farið umboð til þess að ljúka stjórnarmyndun sem að hefur tekist og fyrir liggur að ég mun ganga ásamt ráðherraöfnum nýrrar ríkisstjórnar á fund forseta Íslands síðar í dag og tilkynna honum að það hafi tekist að mynda hér starfhæfa ríkisstjórn sem að mynda Samfylkingin, Vinstri grænir með stuðningi Framsóknarflokksins. Ég held að þessi ríkisstjórn
séu margt athyglisverð og ber fram verkefnaáætlun sem að mínu mati mun fela það í sér að við erum hér að leggja upp í það að endurreisa hér ný gildi í samfélaginu, ný samfélagsleg gildi og við erum í þessari verkáætlun okkar fyrst og fremst á þeim stutta tíma sem að við störfum fram að kosningum að leggja áhersluna á það að koma atvinnulífinu í gang aftur sem að grundvallar atriði og að slá skjaldborg heimilin og tryggja betur öryggisnetið í kringum heimilin í landinu. Þessi ríkisstjórn mun hafa að leiðarljósi fyrst og fremst ábyrga efnahagsstjórn og hún mun fyrst og fremst beina sér að brýnum viðfangsefnum varðandi atvinnulífið og heimilin í landinu. Þetta verður vinnusöm ríkisstjórn vegna þess að hún hefur skamman tíman og ætla sér að koma mörgum brýnum málum í gegn á þeim stutta tíma sem hún hefur. Brýnum viðfangsefnum sem að okkur í Samfylkingunni tókst ekki að koma í höfn í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Þau verkefni sem að við leggjum áherslu á, ef ég byrja á verkefni sem snúa að heimilum í landinu, ég sé að þið eru með verkáætlunina fyrir framan ykkur þannig að ég mun ekki fara ítarlega yfir hana. En það eru verkefni sem að hafa beðið lengi á borði fyrrverandi ríkisstjórnar en þau munu sjá dagsins ljós vonandi strax í næstu viku, ýmis mál eins og greiðsluaðlögun fyrir heimilin í landinu sem mjög brýnt ef við erum að sjá fram á gjaldþrot hjá heimilunum í landinu. Við erum með breytingar á gjaldþrotalögunum, allt þetta tilbúið og verður vonandi lagt fram í næstu viku. Mál sem að lengi hefur verið beðið eftir að komist niðurstað í eins og það að það megi nýta hluta af séreigna sparnaði fólks sem á í miklum erfiðleikum að það samkomulag milli þessara flokka að það verði lagt fram fljótlega. Við kynnum aðgerðir fyrir atvinnulífið í landinu og meginatriðið að beina framkvæmdum í verkefni sem eru þjóðhagslega hagkvæm og krefjast mikillar vinnuaflsþátttöku. Þar erum við tilbúin með ýmsar hugmyndir sem munu sjá dagsins ljós fljótlega. Við viljum leita leiða til þess að örva fjárfestingu innlendra og erlendra aðila sem mjög mikilvægt og brýnt að gera og við viljum greiða úr vanda lífvænlegra fyrirtækja á grundvelli gegnsærra og alþjóðlegra viðurkenndra reglna og það sem mjög brýnt að gera það að verðmat á eignum nýju bankanna verði hraðað og skoða þá hvort að hægt sé til dæmis að framkvæma bráðabirgðar uppgjör í bönkunum til að hægt sé að nýta hluta af þeim 385 milljörðum sem að fyrri ríkisstjórn ákvað að veita til þess að styrkja bankakerfið. Það myndi geta komið atvinnulífinu fyrr af stað en ella. Ég vil nefna líka að við munum standa vörð þá alþjóðlegu samninga sem að við höfum gert varðandi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Það grundvallaratriði að við vinnum náið í samvinnu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það mun þessi ríkisstjórn standa vörð Það sem nýmæli hjá þessari ríkisstjórn eru þær lýðræðisumbætur sem að ríkisstjórnin mun beita sig fyrir og þó skammur tími sé til stefnu þá teljum við að við höfum alla möguleika til að ná þeim fram. Við erum að tala það sem að við jafnaðarmenn höfum lengi barist fyrir, það sameign þjóðarinnar á auðlindunum. Við erum að tala rétt fólks til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum að tala að auka lýðræði og jöfnuð. Við erum að tala aðferði breytingar á stjórnarskrá að í stað þess að rjúfa þing og stjórnarskrárbreytingin öðlist gildi þá verða allar stjórnarskrárbreytingar að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum að tala að stofna til stjórnlagaþings sem að yrði þá frumvarp samþykkt núna. Við erum að tala að stjórnlagaþing muni falla meðferð á fullveldissamningum, aðskilnað valdaþátta, skýrari aðgreiningu ríkisvalds og framkvæmdavalds og endurskoðun á mannréttindaákvæðum. Við erum að tala það að ná fram að kosningalögunum verði breytt og opna verði fyrir möguleika til að taka upp persónukjör í kosningum til Alþingis.
Við erum að tala að undirbúnar verði nýjar reglur skipan Hæstaréttar og héraðsdómara og breyting á lögum ráðherra ábyrgð og að setta verði siðareglur í Stjórnarráðinu og að eftirlaunalögin verði afnumin og alþingismenn og ráðherrar þá muni gilda almennar reglur lífeyriskjör opinberra starfsmanna. Það sem kannski athyglisvert líka við þessa ríkisstjórn að það fyrsta skipti á Íslandi að þá jafnræði milli kynjanna í ríkisstjórn, auk þess sem að kona tekur við embætti forsætisráðherra. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en mun kynna hér nýja ríkisstjórn og ráðherraefni sem að ég mun leggja fyrir forseta Íslands síðar í dag. Ráðherraskipanin eftirfarandi: forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, utanríkis- og iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson, félags- og tryggingamálaráðherra Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, samgönguráðherra Kristján L. Möller, viðskiptaráðherra Gylfi Magnússon, hagfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands, dóms- og kirkjumálaráðherra Ragna Árnadóttir lögfræðingur, settur skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu, fjármála-, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur J. Sigfússon, menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir, heilbrigðisráðherra Ögmundur Jónasson, umhverfisráðherra Kolbrún Halldórsdóttir. Ég vil taka það fram varðandi þennan ráðherralista að Steingrímur J. Sigfússon verður staðgengill minn sem forsætisráðherra og umhverfisráðherra Kolbrún Halldórsdóttir verður samstarfsráðherra Norðurlanda. Og það sem líka kannski vert að segja á þessum degi að yngsti ráðherrann í þessari ríkisstjórn, Katrín Jakobsdóttir, 33 ára og á afmæli í dag. Já, góðir blaðamenn og aðrir gestir, tíminn naumur þannig að ég hef þetta stutt. Það engin vafi á því að þessi ríkisstjórn markar margvísleg tímamót og íslenska þjóðin stendur á einum allsherjar tímamótum. Þetta kannski í fyrsta lagi alger tímamóta ríkisstjórn hvað varðar stöðu jafnréttismála á Íslandi. Eins og sést meðal annars á því að ég eini kallinn hér í panelnum. Við gleðjumst yfir því og við óskum okkur öll til hamingju með það og íslensku þjóðinni að ekki bara leiðir nú kona ríkisstjórn í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins, heldur hlutföll kynjanna algerlega jöfn. Og ég verð að segja að það skemmtileg tilviljun fyrir mig að lenda inn í svona ríkisstjórn sem formanni í jafnréttisnefnd Evrópuráðsins. Þetta líka mikil tímamót vegna þess að í dag lýkur tæplega 18 ára valdaskeiði Sjálfstæðisflokksins á Íslandi. Þetta með öðrum orðum líka mikil hugmyndafræðileg tímamót. Og í dag yfirgefur nýfrjálshyggjan Stjórnarráð Íslands og aðrir tímar og aðrar áherslur og annað gildismat tekur við. Við erum okkur vel meðvituð það að við tökum við erfiðu verkefni. Við tökum við gríðarmiklum erfiðleikum í íslenskum þjóðarbúskap, íslensku atvinnulífi og hvað varðar íslenskt samfélag, heimili og alla stöðu. Við erfum þetta frá þeirri hugmyndafræði sem að yfirgefur Stjórnarráðið í dag og hefur leikið Ísland grátt. Ísland í sárum eftir langt valdaskeið nýfrjálshyggjuaflanna. En við höfum rúma 80 daga til að gera okkar besta, gera allar þær ráðstafanir sem við mögulega getum til að koma samfélaginu í gegnum þann tíma og leggja grunn að nýrri og betri framtíð. Það mikilvægt að kosið verður til þings samkvæmt tillögu okkar 25. apríl næstkomandi, þannig að tíminn skammur, en leið þýðir það að framundan að ný ríkisstjórn með endurnýjað umboð frá þjóðinni og vonandi öflugan stuðning getur þá ráðist í það risavaxna verkefni sem það að leiða áframhaldandi endurreisn Íslands. Okkur það mikilvægara nú en aldrei fyrr Íslendingum að sameina kraftana og leggjast sameiginlega árar til að bjarga okkur öllum saman út úr þessum vandræðum sem við höfum lent í. Að lokum vil ég segja að þessi dagur auðvitað mikill tímamótadagur fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð og okkur Katrínu hérna.
Flokkurinn tekur nú í fyrsta sinn sæti í ríkisstjórn í sögu sinni. Hún er reyndar ekki mjög löng því að við eigum 10 ára afmæli næstu helgi. Þannig að það verður þá í öllu falli ekki sagt að Vinstrihreyfingin grænt framboð sé með þessu ekki búin að setja rækilega mark sitt á íslensk stjórnmál nú þegar og komin í fullorðinna manna tölu í öllum skilningi á 10 ára afmælinu. En þá gef ég boltan yfir til afmælisbarnsins og yngsta ráðherrans Katrínar Jakobsdóttir, tilvonandi menntamálaráðherra. Já, takk fyrir. Ég ætla nú ekki að hafa mörg orð. Veit að hér eru margar spurningar. Það sem mér finnst kannski athyglisverðast við þessi tímamót eru þau gildi sem eru talin upp í örstuttum inngangi að verkefnaskrá þessara ríkisstjórnar. Og þar nefnum við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar, við nefnum félagsleg gildi, við nefnum kvenfrelsi, jöfnuð og réttlæti. Og mér finnst þetta vera þau gildi sem við munum og þurfum að hafa að leiðarljósi nú þegar við reisum Ísland við. Við vitum líka að það eru mörg verkefni og erfið verkefni framundan og ég vona að með þessari verkefnaskrá höfum við reynt að sníða okkur stakk eftir vexti því svigrúmið er auðvitað þröngt. En það skiptir máli að gripið verði til aðgerða fyrir heimilin, þá sem verst standa og fyrir fyrirtækin í landinu að koma hér atvinnuvegunum í gang. Og ég vona að þessi verkefnaskrá sem snýst fyrst og fremst markvissar aðgerðir sem ekki þurfa endilega hafa mikinn útgjaldaauka í för með sér, verði til þess. Tímamótin felast líka í lýðræðiskaflanum sem við settum sem fyrsta kaflan í verkefnaskráni og tilvonandi forsætisráðherra fór hér yfir áðan því þar erum við auðvitað að sjá mjög marktækar breytingar sem eru lagðar til og gætu átt eftir að hafa áhrif til frambúðar mun lengur en þessi ríkisstjórn verður í sæti. Þannig að ég vek sérstaka athygli á honum en annars bara bjóðum við upp á spurningar. Já, ég ætla að þakka fyrir og gjöru svo vel ef það eru einhverjar spurningar þá munum við taka þær. And to those from the foreign media, I think we have to wait with your questions until in the end because our future Prime Minister has to go to do some other to some other duties, but we will try to answer the questions, the rest of us. And gjöru svo vel. Ég einn kannski endurist efnahagslífsins. Þetta nú kannski það sem að fólk hefur beðið hvað mest eftir. Þar segir efnahagsstefna ríkisstjórnar byggir á fyrirliggjandi áætlun stjórnvalda á Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Fylgt verður ábyrgri stefnu í ríkisfjármálum þar sem staðið verður vörð stoðir velferðarkerfisins og grunnþjónustu samfélagsins. Þetta einhverjar breytingar? Þarf þessi stjórn ekki að koma með eitthvað meira konkrétt akkurat endurreisn efnahagslífsins sem að hlýtur að vera aðalverkefni þessara stjórnar? Það er auðvitað, þarf að skoða kaflan í heild sinni og það er jafnframt talað þarna í kafla atvinnulífið, aðgerðir sem tengjast náttúrulega efnahagslífinu beint, það er endurreisn bankanna og ég tel að brýnasta verkefnið í raun og veru af öllum í dag sé að snúa bankakerfið í gang þannig að það geti farið að þjónusta atvinnulífið og auðvitað heimilin í landinu með eðlilegum hætti. Við ætlum að leita allra mögulega leiða til að grípa þá til bráðabirgða ráðstafana ef ekki vill betur til þannig að bankakerfið geti farið að starfa með eðlilegum hætti sem allra fyrst. Við þolum ekki að bíða jafnvel alveg fram í lok aprílmánaðar eftir því að endanlegir efnahagsreikningar bankanna verið tilbúnir þannig að það verður leitað leiða til að koma því í gang þá með öðrum aðferðum. Ég tel í sjálfu sér að aðalatriði sé auðvitað að hefjast handa, að láta verkin tala og vona að við getum vikulega sýnt það að hver einasta vika og helst hver einasti virkur dagur hefur skilað nýjum áföngum í þessari 82 daga vegferð eða hvaða nú er. Það verður eitt af mínum fyrstu verkum í næstu viku að ganga í það verk. Við erum búin að klára það fyrir næstu helgi. Ég ætla ekki að tímasetja neitt í því en þetta er auðvitað eitt af megin atriðum til þess að endurreisa trúnað við alþjóðasamfélagið og trúnað milli þjóðarinnar og stjórnvalda að það sé samhljómur milli þess sem er gert í Seðlabankanum og milli stjórnvalda. Það hefur ekki verið þannig og við í Samfylkingunni höfum í langan tíma lagt áherslu á það yrði skipt stjórn í Seðlabankanum en fyrir samstarfsflokkur okkar hefur dregið lappirnar í því efni en þetta verður eitt af fyrstu verkefnum ríkisstjórnarinnar að gera þetta og þess mun sjá stað hvernig að því verði staðið núna jafnvel á fyrstu 2 dögum samstarfsins.
Hver verða fyrstu verk þessar ríkisstjórnar sem að heimilin í landinu munu sjá og finna fyrir? Fyrstu verkin að það liggja þegar fyrir tilbúin frumvörp að því varðar greiðsluaðlögun sem lengi hefur verið beðið eftir. Dómsmálaráðuneytið hefur verið svifaseint undir forystu Björns Bjarnasonar að vinna það mál. Við í Samfylkingunni hefur lengi lagt áherslu á það mál, þannig að það mun koma fram í næstu viku slíkt mál. Auðvitað þarf nýr dómsmálaráðherra að fá sinn tíma til þess að skoða það frumvarp og eins frumvarp breyting á gjaldþrotalögum, en ég á vona því að það taki stuttan tíma vegna þess að allir mínir ráðherrar í minni ríkisstjórn þurfa að starfa hratt og af festu og af ábyrgð og heimilin í landinu þurfa að sjá það að það komin ný ríkisstjórn í þetta land sem ætlar sér að slá skjaldborg heimilin í landinu og endurreisa hér atvinnulífið. Nú fyrir að líða á seinni helming þess tíma sem að bankarnir fristu ýmist lán fyrir heimilin. Hvað ætlaði að gera fyrir þetta fólk sem núna þannig bráðum að fara að standa skil á sínum lánum eins og verið þau hingað til? Og það auðvitað eitt af þeim grundvallaratriðum sem við leggjum áherslu á, það að koma með aðgerðir sem tryggja það að heimilin þurfi ekki að fara hér í gjaldþrot. Það grundvallaratriði að bankarnir, ríkisbankarnir, að þeir með sama hætti eins og Íbúðalánasjóður framkvæmi öll þau úrræði sem eru til staðar hjá Íbúðalánasjóði fyrir fólki sem með lánin sín hjá bönkunum. Líka þau nýju úrræði sem við munum leggja fyrir þingið á næstunni. Við munum auðvitað skoða það hvort að hægt sé að flytja íbúðalánin strax yfir til Íbúðalánasjóðs. Á því gætu verið vandkvæði þar sem að uppgjör liggur ekki enn fyrir, en við munum að minnstakosti tryggja það að öll þau úrræði, greiðsluerfiðleika úrræði sem eru til staðar hjá Íbúðalánasjóði séu líka til staðar hjá ríkisbönkunum. Hvað með einkabankana eins og Sparisjóðina og frjálsa fjárfestingarbankana, aðra sem hafa verið að bjóða upp á íbúðalán? Þeir hafa verið ósveigjanlegir eða jafnvel ósamvinnuþýðir hvað varðar að frysta lán fyrir einstaklinga og fjölskyldur og fyrirtæki? Það verður að sjálfsögðu rætt við þá líka og reynt að tryggja að þeir leggist að mörkum eins og aðrir í þessum efnum. Og stjórnvöld verða hvað sem í margvíslegum samskiptum við þá. Þetta eru aðilar sem eru í þannig stöðu að þeir þurfa á stuðningi stjórnvalda að halda, meðal annars vegna veikrar fjárstöðu sinnar. Þannig að ég treysti því að það náist gott samstarf milli allra þessar aðila, stjórnvalda, ríkisbankana og sjálfstætt starfandi fjármálastofnana að taka á þessu. Og það hljóta allir að vilja leggja sitt að mörkum í þessum efnum og vilja vinna þessa hluti sameiginlega. Og þess vegna tek ég undir það sem að tilvonandi forsætisráðherra sagði hér áðan, að það hljóta allir að sjá að það getur ekki gengið annað en að kerfið og allar megin stofnanir þess, hvort sem það Seðlabankinn, Fjármálaeftirlitið eða bankastofnanir, vinni saman við aðstæður eins og við búum við á Íslandi. Það hefur verið vandamál að menn hafi ekki gengið nægjanlega vel í takt hvað varðar hagstjórn hér á undanförnum árum, stjórnvöld annars vegar og tilteknar stofnanir hins vegar. Nú mál að linni. Já, þá búið að kynna nýja ríkisstjórn og þessa verkefnaáætlun sem ríkisstjórnin hefur 80 daga til þess að láta verða veruleika. Þetta verður athyglisverð ríkisstjórn, sagði Jóhanna, og vinnusöm. Og hann Einarmar hér búinn að sitja með okkur að hlusta á verkefnaáætlun og þau helstu atriðin. Hvernig líst þér á? Já, hún ætlar sér mikið á 80 dögum, þessi ríkisstjórn, og athyglisvert að sjá að hún ætlar að ráða strax í breytingar á stjórnarskrá, þannig að setja inn ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslu og fleira, og það eru mjög athyglisverðar tillögur. Og það eru þetta líka ánægilegt að sjá loksins ríkisstjórn þar sem er jafnt hlutskipti karla og kvenna og auðvitað kona forsætisráðherra, en auðvitað náttúrulega þessi tilkynning eða þessi áætlun aðgerð sem við fengum í hendur í hérna áðan svona tiltölulega almennt orðuð og svona erfitt að meta svona nákvæmlega hvernig flokkarnir ætla að ráðast í það risavaxna verkefni sem framundan en væntanlega hún búin að hún búin að vera að funda í 6 daga og það verður væntanlega þau eru væntanlega með einhverjar áætlanir og eins og sagt var tilbúin jafnvel frumvörp sem greiðsluaðlögun heimilina, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þessari ríkisstjórn gengur. Heldur að þetta sé hér smá uppþótt í gangi. Það var einn fundamanna ekki alveg sáttur við þessa nýju ríkisstjórn og verkefnaáætlunina, en
Heldur þú að þetta plagg sé það sem að heimilin og fyrirtækin hafa verið að bíða eftir? Er þetta nógu skýrt? Eins og ég segi, þá er náttúrulega ekki tilgreint mjög nákvæmlega í þessu plaggi. Þetta er náttúrulega tiltölulega almennt orðað og við verðum bara að sjá væntanlega á næstu dögum og vikum hvernig þessi ríkisstjórn ætlar að vinna úr þessum loforðum og stefnumarkmiðum sem eru sett fram á þessu plaggi og það er, við verðum bara að bíða og sjá hvernig henni tekst til og þetta er náttúrulega ekki mjög langur tími sem að hún hefur fram á kosningum. Þannig að þú ert í sjálfu sér ekki mjög bjartsýnn á að mönnum takist að koma öllum þessum loforðum í framkvæmd? Ég skal nú ekki segja, ég hef heldur ekki sérstaklega svartsýnn, við skulum bara vona það besta og gefa þessari ríkisstjórn tækifæri og það er kannski, eins og Jóhanna sagði, að hennar ráðherra hún ætlast til þess af sínum ráðherrum að þeir verði mjög vinnusamir og þeir þurfa greinilega að halda sér mjög vel við efnið og það sem er kannski helst hræddur að stjórnmálamennir og flokkarnir detti í ákveðin kosningaham og það kannski getur gert þessari ríkisstjórn erfitt fyrir og ég var reyndar nokkuð hissa á því að þeir skyldu alltaf hafa kosningarnar 25. apríl. Mér finnst það ekki mjög langur tími fyrir flokkana að stilla upp á sína lista og tala eins og við ræddum fyrir að það er von á nýjum framboðum en nú er það greinilega allir aðalega bara að vinna mjög hratt. Í lokin, eitthvað sem að kemur þér á óvart, eitthvað nýtt í málefnasamningnum eða ráðherraskipan? Nei, það kannski kemur ekkert neitt sérstaklega óvart. Þetta er náttúrulega búið að vera í umræðinu. Það er kannski afskaplega gaman að sjá að þarna eru, hvað þau segja, tveir ópólitískir ráðherrar. Það er ekki, eins og ég sagt áður, þá hafa verið utanþingsmenn ráðherrar en þeir hafa ekki verið ópólitískir og svona eru þó bara fengnir í ríkisstjórnina sem sérfræðingar. Það kannski vekur ákveðna athygli að Samfylkingin hefur sett öll sín Evrópumál aftur í salt. Það er bara ein klausa það að Evrópunefnd skili eitthvað tímann af sér í apríl og raunin ekkert sagt annað það. Þannig að Evrópumálin virðast alltaf liggja allavega í salti í bili. Þannig að það er ekkert svona sláandi við þennan verkefnalista sem segir okkur, eins og Steingrímur J orðaði það hérna áðan, sem segir okkur að það sé búið að reka nýfrjálshyggjuna út úr stjórnarráðinu. Nei, það kemur nú ekki þannig séð fram í þessum verkefnalista en við verðum alltaf bara að bíða eftir aðgerðum þessar ríkisstjórnar og sjá til. Einmitt, takk fyrir þetta. Þetta var Einar Már Þórðarson, stjórnmálafræðingur sem hefur verið hér með okkur að fylgjast með þessum fundi en við skiptum upp í Skaftahlíð. Já, takk fyrir það Lóa og við ætlum svona rétt áður en við segjum skilið við þetta að renna yfir ráðherralistan. Við veitum að sjálfsögða að Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, það segir sér nú svona nokkuð sjálft. Nú Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra áfram og þar ráði ekki utanríkisráðherra. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir Kristján L. Möller heldur áfram sem samgönguráðherra. Nú, tveir nýjir ráðherrar kom inn utan þings, Gylfi Magnússon sem verður viðskiptaráðherra sem var ráðuneyti sem Samfylkingin hafði og Ragna Árnadóttir úr dómsmálaráðuneytinu tekur við dómsmálaráðuneytinu. Nú, Steingrímur J. Sigfússon verður fjármálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Katrín Jakobsdóttir sem yngsti ráðherrann verður menntamálaráðherra og Kolbrún Halldórsdóttir umhverfisráðherra og Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra. Þetta er sem sagt 10 manna ríkisstjórn, 2 utan þings og 4 í þessum hópi hafa verið ráðherrar. Þar af Jóhanna Sigurðardóttir sem var ráðherra, sjálfsögðu Steingrímur J. Sigfússon var ráðherra fyrir margt löngu og auk þess Össur Skarphéðinsson og Kristján L. Möller. Þannig að ný ríkisstjórn tekur við munum að sjálfsögðu fara nákvæmlega yfir hvað stendur í sáttmálanum í kvöld fyrir okkar klukkan 6:30 og renna þá yfir það sem helst það sem gerist á fundinum og heyra betur í þeim sem að fara fyrir flokkunum, Ingibjörgu Sólrúnu og sjálfsögðu forsætisráðherra Jóhannu Sigurðardóttur. En förum að segja að þessari útsendingu héðan lokið. Við erum komið nýja ríkisstjórn sem starfa í 84 daga fram á kosningum 25. apríl. Takk fyrir okkur héðan. Verið sæl.